Já, nú dórinn leikmaður Víkings, bara hvernig kemur það til? Bara eins og held ég önnur félagskipti í fótbolta hringdi bara Kári Árna og sagði hann hefði áhuga og mér líst mjög vel á það frá upphafi og lét það. Hvernig er að vera orðin leikmaður Víkings? Það er bara mjög spennandi, þetta er náttúrulega bara stórt og mikið félag sem er búið að vera á toppnum í íslensku fótbolta núna í smá tíma og bara mjög spennt fyrir því. Mættir aftur í bestudeildina eftir 2 ár í lengjunni, hvernig voru þessi ári hjá Njarðvík? Þau voru æðisleg á frábær tími og gaman að hjálpa Njarðvík að byggja upp einhvern fótbolta. Þeir voru þetta var búið að flagga á milli lengjudeildina og annarri deildina svolítið og það var bara gaman að hjálpa þeim í því að byggja þetta upp og vonandi bara klára þeir verkefni núna í sumar og fara í bestudeildina. Voru það mikil vonbrigði í haust? Já, svo sannlega. Það er mjög mikil og bara maður er ennþá smá svektur að hafa ekki náð að klára þetta. Og stóðstu eitthvað að íhuga hvort þú ættir að vera áfram þar eða hvernig varstu að hugsa þetta? Nei, ég mér langaði í bestudeildina aftur og fann það alveg að það var innistæða fyrir því og það var eitthvað sem ég langaði að gera og ég sagði þeim eiginlega bara leið og við kláruðum þetta væri missjónið og ég væri að fara að gera eitthvað annað. Þú ert komin í Víking, þar er auðvitað Ingvar Jónsson búinn að vera aðalmarkmaður síðustu ár. Ertu mættur þarna til að veita hann samkeppni, ætlar að slá hann út, hvernig sér þetta? Ég bara, eins og segið, þetta er bara samkeppni, bara í marki eins og öðrum stöðum í fótbolta, bara svo sem að æfir best spilar og svo kemur bara ljós, við erum bara á samningi á Víking til að vinna leiki fyrir Víking, ekki í einhverju endilega, stórkostlegu keppni við hvern annan heldur, bara maður gerir sitt besta og sé hvort maður fær að spila. Það er þetta, undirbúningsleiki núna í vetur okkar, ertu að fara að spila eitthvað þar, veistu það? Ekki hugmynd sko, við höfum ekki rætt að endilega eitthvað komplett hvernig veturinn verður, það er bara já, svolítið bara að láta vaða og sjá hvað gerist sko. Bara að spila þessi 2 tímabili lengi í deildina, varstu að fara að hugsa, að fara í bestu aftur? Já, 100% og það var bara í rauninni löngu ákveðið sko, ég fann það sérstaklega núna seinna árið að ég var langað aftur upp í bestu og svona það sem mér finnst bara skemmtilegri fótbolti og meira challenge fyrir mig og meira enn til í það. Talar löngu ákveðið. Taktu mig samt aðeins í gegnum þessa síðustu daga hann rétt fyrir skipti. Þú ert mjög sterklega orðað við Þrótt, varstu nálægt því að fara þangað? Já, ég var það. Ég setti fyrst grunnforsendurnar ég ætlaði að vera í bænum og bý í bænum og var svona smá krefjandi að vera alltaf að kæra þarna á milli. Og venni sýndi áhuga bara snemma og ég sagði honum strax bara ef það kemur eitthvað í bestu þá færi ég í bestu en ef ég væri ekki að finna neitt þá myndi ég koma til hans. Og stóð svo sem við það að var mjög nálægt að gerast og þeir eru bara með mjög skemmtilegt og stórt verkefni sem að maður sé síðustu daga að fylla í skorðinn og til þess líklegir en ég var búinn að segja þeim og ef það kæmi bestildamú sem ég myndi lítast á færi ég það. Sagan var þannig að þú værir að fara að skrifa undir í á Þrótti en þá kemur símtalið frá Kára, var þetta bara nákvæmlega þannig? Ég kom mjög langt með Þrótt, já og en svo hringi bara Kári Árna og þú veist að tala svolítið annað kaliber, Víkingur er bara svolítið stórt og verkefnið var stórt og mjög spennandi þannig að ég eiginlega lét vaða mjög hratt, já. Bara hvernig leggst næsta tíma upp í liði? Hvað viltu sjá gerast? Bara mjög vel sko, ég er mjög spenntur. Þetta er bara missjónið hjá Víking að vinna þessa titla á Íslandi og gera eitthvað í Evrópu og maður langar bara að vera með í því. Takk fyrir þetta, Aron. Takk fyrir.